Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki fjölbreytt námsframboð, bæði bók- og verknám. Síðustu ár hefur skólinn boðið upp á ýmsar nýjungar í námi sem henta breiðum hópi nemenda, bæði til að mæta betur þörfum atvinnulífsins og minnka brottfall. Við höfum svolítið verið að fara, ef ekki segja, tvær leiðir í því. Við höfum verið að þróa nýjar styttri starfsnámsbrautir sem að henta bæði unga fólkinu og fólki á öllum aldri og við höfum unnið þær í samstarfi við atvinnulífið. Gaman að segja frá það eins og plastiðnir og plastbátasmíði. Við erum núna í gangi með hópi í fisktækninámi og svo erum við að fara af stað þessaran með slátrarreiðin. Þá höfum við líka verið að hugsa um þetta brottfall sem í framhaldsskólunum. Það að segja, við höfum verið að skoða svolítið hvaða hópar þetta eru og okkur hefur sýnst að þetta væri nemendur sem ekki svona spennti fyrir þessum hefðbundnu leiðum, stúdentsbrautunum, hefðbundnu og iðnnáminu og höfum farið svolítið út í að þróa leiðir fyrir þann hóp. Og þar eru sérstaklega tvær brautir sem að virðast nú vera, eiginlega bara slá í gegn. Það svokölluð fjölgreinabraut hjá okkur sem stúdentsbraut en með ákveðin kjarna en öðru leyti mjög opin þannig að þau geta raðað saman því sem þau hafa áhuga á með. Sumir taka til dæmis verknám þarinn, aðri listnám og svo allavega þannig að þau geta svolítið nálgast sín áhuga svið. Hitt svo nýsköpunar- og tæknibraut sem á öðru ári hjá okkur núna á tilraunastigi en gengur rosalega vel og mjög vinsæl. Og sú braut gengur í rauninni út af það að við erum að búa til nokkurs konar fjöllistamenn. Það að segja að þau taka bæði hefðbundnar listgreinar og læra síðan að vinna með allskyns efni og þar kemur verknámið sterkt inn hjá okkur. Þau taka trésmiðju og smiðju í rafmagni og fablab og svo framvegis. Þannig að þau verða svona multitaskarar í þessum og að skapa og hanna. Og eru vel tekið í þetta? Já, mjög vel tekið í báðar þessar nýju brautir og þar erum við aðalega að tala um unga fólkið á framhaldsskóla aldrinum. Við erum búin að útskrifa þegar 33 plastbátasmíði og þegar komum með hóp sem vill byrja hjá okkur aftur. Slátrarnámi fer á stað á þessaran, þar býður hópur sem bæði ungt fólk og fólk úr atvinnulífinu og fisktækninámi eins og ég segi í gangi, rúmlega 20 sem að leggja stund á það nám. Og við útskrifum í vor eftir 2 ára nám 20 fisktækninema. Og þetta þá til að koma til móts við þarfir í atvinnulífinu? Já, við höfum í raun og veru þróað þessar 3 brautir bara fyrir beina tilstilli atvinnulífsins. Þeir hafa komið fram með það að það væri þörf á þessu og við reyndum að mæta því. Og svo eru nú þessar listatengdu brautir, það sem hefur verið mikið af ungu fólki. Við ætlum að kíkja eins þangað á eftir að fá að fylgjast með, en hvað eru þau að gera þar? Við kíkjum inn í trésmiðuna núna, þar sem þau eru að læra að vinna með tré. Þau hanna einhverjar hugmyndir, auðvitað ákveðin skyldustykki sem þau þurfa að gera, en síðan fá að þróa sínar eigin hugmyndir og láta þar verða veruleika. Það verður gaman að kíkja aðeins þeirra. Hér eru nemendur í trésmiðju sem einn af þeim þáttum sem inn á brautinni að þau læra verklega þætti sem við blöndum saman tækni og verklegri þekkingu. Og þau fara inn á fjölbreytt svið, það trésmiðja, málmsmiðja, rafsmiðja, leður og roð og svo taka þau plastmiðju og lokaverkefni seinna meir. Og hér læra þau grunnatriði hverjar smiðju fyrir sig, ein smiðja á önn og þau læra að kynnast efninu, öryggisþáttum, hvaða möguleikar efnin hafa að bjóða og reyna að skapa sína hugmynd og koma henni í framkvæmd. Það markmið, þetta nýsköpun. Og þau læra grunninn til að geta gert sitt. Nýsköpun- og tæknibrautin hugsað sem undirbúningur fyrir framhaldsnám, þá á mjög víðu sviði, sem hönnuður, sem arkitektar, sem fagmenn, ef þau kjósa fá áhuga á einhverja af þeim greinum sem að fara í, að geta þá sérhæft sig þá sérstaklega í því. En þetta svolítið eins og verklegt og tæknilegt almennt nám. Við erum að fara mjög breitt svið og kenna í rauninni marga verklega og tæknilega þætti sem eru kannski ekki í boði í almennu bóknámi. Og hvernig hafa viðtökurnar verið hjá nemendum? Mjög góðar. Við erum að kenna núna í rauninni annað ári, við erum ennþá í tilraunakennslu
og núna erum við búin að sprengja hópin okkar. Við vorum mjög vongóð með 12 en endum uppi með 16, þannig að það er mjög góða viðtökur. Og það er hægt að velja einhver svona kjörsvið og svoleiðis á brautunum? Já, brautin skiptist eins og er núna í tvennt. Þau geta valið listnámssvið eða kvikmyndasvið, þannig að þau í rauninni velja að fara inn á almennar listnámsgreinar eins og sjónlist, myndlist, hönnunasögu og svo þessar smiðjur, eða að fara inn á kvikmyndagreinar og þá eru þau að læra grunninn í kvikmyndagerð. Þannig að þau geta þá nýtt sér það áfram ef þau vilja fara svo í kvikmyndagerð sem sérbraut. Og hvað eru þið að gera hérna? Það er verið að gera bretti. Við erum að búa til svona bretti mismunandi tegundum og púslum þetta saman með lím. Og svo fá að ráða hvernig þetta verður í laginu. Og við getum haft þetta hvað sem er.